langar svolítið að byrja að spyrja því Jón út í er það ekki bara náttúran sjálf sem við þurfum að tala fyrst í sambandi við dalina og þetta vesturland og svo það sem að margir hafa sagt að séu bara jökulfirðirnir og vestfirðirnir eins og síðustu tveim bókum. Já. Hvað er þetta að gera þarna út á landi alltaf? Ég held að ef ég geti svarað þessu þá myndi ég ekkert skrifa. Þannig að maður skrifar til þess að komast að einhverjum, til þess að ég finna út úr því hver við erum og hver ég sjálfur er og til hvers við erum hérna og svo framvegis. Og af einhverjum ástæðum þá sæki ég svona yfirleitt út fyrir. Einhvern veginn það sem er meira pláss í kringum mannin. En ég meina við erum öll sprottin af náttúru og hvað þá hér á Íslandi sem er nánast ekkert nema náttúra með manneskja á stangli. Þegar maður les bækurnar þá finnst maður líka að fá frekar tilfinningu fyrir landinu heldur en þetta sé einhver ákveðin staður. Hefur það pirrað þig að fólk skuli staðsetja þetta sem dalina eða Ísafjarðardjúp eða eitthvað svoleiðis, fara eftir landabréfin og reyna að leita staðina uppi sem slíka? Já, nei, mér er alveg sama hvernig fólk les bækurnar og ég meina að þú getur staðsett þetta þessuna einhvers staðar í Kyrrahafinu, mín vegna. Því að hver lesandi les bók með samkvæmt sinni reynslu, samkvæmt sínum karakter og ef einhver lesandi kemst að þver ólíkri niðurstöðu en ég, það er bara fínt, ég er bara glaður. Það er eiginlega nauðsynlegt, Jón, að spyrja þig svolítið út í íslenska samtímabókmyndir og nýjasta íslenska handriti sem er nýútkomið, rannsóknarskýrslan hrunið, 2600 blaðsíður og þú hefur talað svona öðru hverju þjóðfélagsmál og komið svolítið inn með krítík á okkar hlut, okkar einstaklingana í þessu hrunu öllu saman. Já, hún er eins og segir 2600 síður og verður metsölubókin ár. Og ég var að kaupa eintakið, keypti síðast eintakið í búðinni. Þú búinn að kaupa eintak? Já. En svona gerist ekki í raunheimi. Þetta er bara sápuópera? Ég meina, þetta er svo vont handrit og illa leikið, og lýsingar á sumum persónum, að það hefði ekki gengið upp í neinni skáldsögu. Það er bara verið of svona ótrúverðugt. Þú talar mikið hlut okkar, lesenda eða einstakling í þessu þjóðfélagi og ábyrgð okkar á þessu hrunu öllu saman. Hver er hún? Fyrir utan að vera til. Fyrir utan að vera til? Já. Jú, ég meina, það eru ákveðnir flokkar sem eru búin að vera að stýra landinu í 30 ár. Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. Og þeir komast til valda vegna þess að fólk kýs þá, og ár eftir ár, hvað eftir annað. Og svo náttúrulega aðrir sem kannski kjósa það ekki en veifa þeim að þegja mikið, horfa mikið á, við horfum á mikið á, það má ekki skipta sér af náungunum hérna á Íslandi. Ef þú kvartar yfir einhverju, þá ertu leiðilegur. Ég var að fletta aðeins Harmi englana og þar er formóli sem er tala drauma. Og það hefur þetta verið sagt að rithöfundur hann er eiginlega þeirra forréttinda aðnjótandi að fá að dreyma glaðvakandi einhvern veginn. Já. Ert þú þannig rithöfundur? Hvað er draumar, hvað er veruleiki? Ég hef aldrei áttað mig á
hvar munurinn liggur, sko. Hvað liggur munurinn, heldur? Ég veit það ekki, þú var eiginlega að segja mér það, sko. Skáldskapurinn er hugsanlega einhvers staðar þar, ef hann er einhvers staðar, sko, að þá hlýtur hann að vera á milli, þarna á milli, sko, milli vöku og draums og tengja þessi svæði saman, tengja rökhugsunna og þetta óræða saman. En það sko skiptir ekki stóru máli náttúrulega hvaðan kemur heldur að skuli koma. Og svo líka mjög, það getur náttúrulega skemmtilegt að reyna að elta það hvaðan skáldskapurinn kemur og hvaðan hugmyndir koma. En það er mjög miklu líkur á því að maður sko villist leið, sko, og það er bara gaman. Og það skiptir kannski ekki í öllu máli heldur hvað það kemur, það er bara hvað kemur. Það er algjört höfuðatriði, sko. Og hvort það komi í draumi eða vöku, það skiptir heldur ekki. Já, nei, bara að það sé hana, sko. Og nákvæmlega eins og að það skiptir mjög sjaldan höfuðmáli hvað bókin er, heldur hvernig hún er. Það er þess vegna, sko, að spyrja, sko, hvað er bókin, að svarið segir akkúrat ekki neitt, sko. Við vorum búin að ræða það svolítið að þú vildir ekki tala þriðju bókina sem þú ert að skrifa núna. Já. Af hverju ekki? Af hverju viltu að tala hana? Ég hef aldrei getað að vilja tala það sem að ég er að vinna. Ég veit ekki hvort sé hjátrú eða að ef maður talar það sem er ekki tilbúið að þá einhvern veginn hörfa það frá manni, sko, eða maður sé hreinlega að svíkja það. Þannig að, og í því örfáu skipti sem ég hef gert það, sko, jafnvel bara í persónulegum samræðum við vini eða eitthvað svoleiðis, þá hef ég alltaf séð eftir því og alltaf verið hundfull út í sjálfum mig eftir. Þannig að maður var ekki að tala, maður var að skrifa. Og þú hugsaðir þessa stóru sögu í 3 bindum, var það ákveðið frá upphafi? Ég hugsa aldrei, ég skrifa, sko. Þú skrifar bara? Já, og ég er mjög einfaldur maður, ég bara smali, sko, sem að týna kindunum og skrifa það í staðinn. Þannig að nei, ég hugsa þetta ekkert. Ég vil ekki tala um hlutverk skáldskaparins sem einhvern veginn alltaf mjög varasamt, sko. Þreytt líka, bara orðið skítþreytt. Já, og það líka sko, það er eins og með þess að komið í pólitík allt í einu, sko. En auðvitað náttúrulega má segja svo sem, sko, að allt hefur hlutverk, eða kannski frekar tilgang, nota frekar orðið tilgang, að sko, ef það tala um tilgang skáldskapar þá er það hreinlega að búa til nýja veröld, sko, víkka heiminn, búa til nýjan heim í hliðan okkar og bara víkka hugsun okkar og skynjun og búa til ný svæði og það gerir maður meðal annars með því að skrifa náttúruna, maður býr til nýtt landsvæði, ekki bara inn í okkur heldur, sko, líka á landakortinu.